yfirferð á sýnilegustu verkefni 6 ég var frá 2021 en verkefnið snýrist það að setja upp Next.js verkefni sem tengdist GraphQL endapunkti fyrir SWAPI eða Star Wars API og birti gögn það. Að auki átti að nota TypeScript til þess að setja upp typing fyrir verkefnið og þau gögn sem komið tilbaka og nota átti get server-side props til þess að sækja gögnin á servernum en Next skjölinn nýtir svolítið þannig að nota get static props sem er fínt og gott en kannski passar ekki vel við það sem við höfum verið að fara yfir. En skoðum bara hvernig þetta verkefni lítur út. Þetta svona til að byrja með og sé aðeins hérna hvernig niðurstaðan átt að vera og hvar við erum að sækja þetta hérna. Opnum hérna þetta líka. Þannig hérna hefur við GraphQL browserinn fyrir gögnin og hérna hefur við niðurstöðuna á sýnilegstinni þar sem við förum inn og getum farið hérna að skoða og það eru allar myndirnar, það eru allir karakterarnir. Við getum farið hérna og skoða eitthvað ákveðin karakter, við getum farið aftur í karakterina og við getum sótt hérna karaktera 10 í einu þá við erum búin að sækja alla karakterina. Við getum sjá hérna Jar Jar Binks að hérna upplýsingar hann. Færum hérna aðeins hérna svona til hliðar og við skoðum aðeins hvernig uppsetningin er. En hún er svolítið bara þessi klassíska uppsetning hérna hjá okkur. Við erum með það sem við fáum frá TypeScript er að við erum með þessa Next Global eða bara hérna þetta environmenti fyrir típuna fyrir það. Við erum með einhverja global típur þannig að við verðum að nota einhvern pakka sem væri ekki með skilgreinda típur. Þá getum við skilgreint þær hér. Við erum með tsconfig sem að segja til bara hvernig TypeScript á að haga sér. Við erum sérlega hérna með strict á. Við erum með public mappuna sem er bara tóm frá Next og síðan erum við með source það sem allt verkefnið er. Og verkefnið er það þannig að hérna erum við með types sem við skilgreinum og það eru skilgreindir á móti GraphQL endapunktinum að einhverju leyti. Það er ekki fullkomlega eins. Þannig að ég get farið hérna í people connection og sé person, ég get séð person og þá get ég séð hérna upplýsingar viðkomandi og við tókum bara ákveðið magn af þeim upplýsingum og við erum hérna með við erum með name of this person, bla bla bla, eitthvað hérna niður og svo erum við með ID hérna og við sjáum upprópunarmerki sem þýðir að það er required meðan allt annað er ekki required sem kemur tilbaka. Þannig að fyrir þau gögn sem við ætlum að birta þá erum við bara að matcha hérna á móti name, strengur, height, number, height hérna, int og allt í raun optional eða mögulega undefined og síðan sama fyrir myndina nema þá erum við í raun að horfa á þetta frá tilbaka og skoðum hér og þá er þetta í raun svarið við því að biðja all films. Þá fáum við hérna þetta film connection og film er með film hérna og þá er þetta í raun það. Það erum með titil, við erum með episode ID, við erum með opening crawl, við erum með síðan character connection sem er það sem við höfum áhuga hérna og það er fylki af karakterum. Og hérna er ekki með þetta sem optional af því þetta gæti reyndar verið optional þannig að þetta ætti að vera það. En fylkið síðan inn í characters getur síðan bara verið tóma fylkið þannig að þá er það hérna. Og þá er það fylki af person sem að þá vísar í það sem við erum að skoða hérna. Síðan erum við með þetta paging sem er þá þetta hérna í page info. Svo erum við með response fyrir e-film, response fyrir e-people og e-person response hérna. Þetta passar í raun við svörin sem við fáum þegar við byggjum hérna person hérna og við byggjum people response sem er þá all people og film. Þannig að hérna erum við búin að búa til típunar okkar með því að matcha þessu hérna saman. En það eru til síðan tól sem við getum auto-generatað þetta
út frá því sem skilgreint í GraphQL læginu. Því það eru náttúrulega eru allar þessar tengingar og allar þessar týpur skilgreindar. Þannig við skoðum núna bara aðeins betur hvernig þetta og farum þetta aðeins til hliðar hérna til. Nei, við erum að opna eitthvað annað fyrst. Við opnum bara forsíðuna hérna. Setjum týpunir okkur hérna til hliðar. Þá í raun forsíðan, höfum þetta svona. Þá forsíðan svona. Hún lesi upp allar myndirnar og skrifar út ákveðnar upplýsingarinnar. Þannig að þá verður þetta hérna queryið okkar. Þannig að ef við vildum prófa þetta, þá getum við tekið þetta hérna og kopíað, farið hér, húkað bara þessu, gert svona, þá vantar okkur þetta hérna karakterfragment, þannig að getum við farið hérna. Það er gott að skipta þessu svona upp að þegar við verðum að vísa oft í þetta, eins og við gerum, þá getum við gert þetta svona. Nú getum við gert þetta og þá sjáum við gögnin sem við fáum tilbaka. Við erum með myndirnar hérna, svo erum við með staka mynd og innan þess erum við með titilinn og þetta og síðan tengingarna við karakterina. Þannig að við sækjum þessi gögn hérna og við fáum þau hérna tilbaka. Hérna segjum við í þessu gefna fetch-falli, þá hérna verið að nota þetta generic, sem segir að við viljum fá einhverja típu T tilbaka og við setjum í solvum þetta með því að segja promise af típunni T og við segjum þá í lokin hérna að við custom gögnunum okkar yfir í T, bara með því að segja að við erum að skila JSON data sem T, þannig að við verðum bara að vera vissum það að þetta passi eða þessi típa hérna sé þannig típuð að við fáum í raun möguleika á því að þetta sé eitthvað ekki gögnin í gangi. Þannig að við tökum þetta hérna og þá fáum við tilbaka að þetta sé film response sem þá hérna. Þannig að þá getum við sagt hérna films, all films.films og ef að þetta hérna ekki til einhverja af þessum hérna gaurum að þá segjum við hérna annars null. Og nú nútið því að þetta típað, þá getum við gert svona .foo og þá fáum við núna hérna að foo ekki til á þessu. Ef við keyrum núna nýja, við erum að keyra hérna npm run build sem gert áður en við setjum þetta áfram. Og þetta mun aldrei fara út, ég gleymdi að vista, fara út af því að það TypeScript villa þarna. Það segir þetta ekki til, þannig að við náum ekki að bilda þetta sem þýðir að við náum ekki að fá þessa mögulegu runtime villu. Þannig að það svona kostur en það náttúrulega þýðir það líka að við þurfum að vera mjög duglega að passa upp á þetta, þannig að við fáum meiri svona rigor í það sem við erum að gera. En við allavega finnum hérna þessi films, skilum því tilbaka hérna sem props, þá erum við að gera þetta hérna í get server set props fallinu sem þýðir að þetta gerast á servernum. Þetta gerist ekki á clientnum, þannig að við gerum hérna console log hi frá server, kennum þetta, þá sjáum við hérna hi frá server, en hérna sjáum við ekki neitt, svo sendum við þetta áfram hérna í raun komponentur okkar sem birtur, sem bæði skrifaður út á servernum og á clientnum eftir því hvort við byggjum núna þetta hérna, þannig að þá sækjum við þessa síðu á servernum og á clientnum birtum við hana hér og rehydratum hana, svo við tökum hana og birtum gögnin aftur og tengjum allt tengt á clientnum. Þannig ef við gerum núna hérna hi frá báðum og keyrum og reloadum þessu, þá fáum við logað út á servernum hérna hi frá server, hi frá báðum og hérna fáum við hi frá báðum á clientnum. En síðan tökum við bara við þessum gögnum hérna, við möppum í gegnum þau, við sendum fyrir hverja mynd, sendum við áfram í film-komponentin, filmið sem við viljum nota og það býr bara til UI-ið fyrir þetta, það býr til þetta útlit hérna sem þá bara titillinn og allt þetta og mappar út karakterana og setur þá bara link og nafn viðkomandi og vísar yfir karakters síðuna
karakter síðan er síðan hérna, hún hefur hérna index sem við þá hefur fyrir þessa síðu. Þá er hún bara að virka eins í grunninn. Hún sækir í fyrstu síðuna karakterunum hérna. Hérna erum við með sértækt fall sem að sækir þetta, sem að notar þetta hérna hjálpafall, en hefur í raun queryið hér inni, út af því að við viljum í raun vera með nákvæmlega sama queryið til þess að sækja þessi hérna grunnsíðu hér, sem að skrifar út hérna all gögnin, og síðan það sem gerist hér í núna keyri hérna fetch more, þar sem við erum í raun að senda hérna á characters, API characters eftir og svo einhver cursor til þess að fá í raun karakterina eftir einhvern ákveðin karakter. Þannig að þá erum við að fá þessi gögn hérna núna í gegnum API-in og erum að birta hann hérna. En allt það sem að birtist áður en við fórum að interakta við þetta sem notendur með því að íta á hann fetch more takka, það var server-side renderað og var skrifað í HTML-ið frá servernum. En þannig að það sem við gerum hérna er í raun bara að keyra þetta, fá upplýsingar pageið, sem er þá að veita ykkur upplýsingar hvort við hefum að birta hann takka eða ekki. Þegar á einhverjum tímapunkti þá erum við bara búin að sækja alla karakterina í Star Wars í fyrstu 3 Star Wars myndunum. Þannig, nú er það komið, en nú erum við búin að sækja alla, þannig að við getum ekki sótt fleiri. Það sem er gert hérna er að þetta er sett inn í þennan karakters komponent hérna, og þá er hann með í raun eitthvað loading state, hann með karakterina og hann er með næstu síðu. Og svo er þetta bara líkt og í byrjaverkinu þar sem við erum að sækja þessi gögn, að við erum með eitthvað fall hérna sem að sækir fyrir okkur, og það er hérna, og svo erum við að segja þegar að við keyrum fetch more, og þá sækjum við þessi gögn, bætum þeim síðan við fylkið hérna sem að inniheldur í grunninn hérna svarið okkar. Svo erum við með einhvern hjálpargaur hérna sem að varpar people response hlutunum yfir í bara fylki af karakterunum okkar, þannig að við losnum við í raun þessi edges og þetta. En hérna út af því að við fáum einhver upplýsingar í grunninn, þá þurfum við ekki að vera með use effect hérna, út af því að það er notum við til þess að bregðast við fyrsta lótinu. Þannig að við segjum bara, þegar það kemur inn þetta people response, þá tökum við bara og setjum í upprunalega steiti sem er karakterinir okkar, setjum við bara þá karakter sem við fáum inn, síðan setjum við næstu síðuna úr þeirri svari þarna inn, og síðan núna þegar einhver ítir á fetch more hérna, takkan, þá kerum við fetch more fallið hér, og það er allur, ef það er ekki næsta síða, þá returnar það, bara svona til öryggis, þó það svo sem við ættum ekki að vera að birta það hérna. Segjum við sem að loada, býr til fylki fyrir nýju karakteruna, sækir gögnin hérna á okkar API after next page, sem að gera þá kallið í GraphQL fyrir okkur á servernum, ekki á clientnum okkar, og tekur síðan við responsinu, bætir því við gögnin hérna, það er gert hérna fyrir neðan, svolítið langar línur, það er að horfa á þetta svona. Kastar þessu allavega yfir í þessa karakterarray, segir síðan að næsta síðan er í raun bara next page, ef það er staðar þá er það end cursorinn, annars null, setur síðan karakterina og gerir þetta áfram. Þannig að þetta er raun sækir þessi gögn fyrir okkur út frá sama kalli við gerum í byrjun, nema gegnum API-in sem er hérna Pages API Characters, sem er í raun afskaplega lítill og nettur, og tekur bara við after úr query-strengnum og keyrir síðan þetta fall sem voru með þetta sameiginlegt og skila því síðan sem JSON. Og síðan á lokum þá höfum við leiðina til að sækja eina staka manneskju eða persónu, og þá er það gert með því að keyra þetta hérna, þannig að við tökum ID af persónunni sem er þá eins og hérna einhver lykill frá þjónustunni, sendir það áfram inn í kallið okkar hér og skilar gögnunum, en skilar annars í raun ef það er ekki til gögn, þá segjum við hérna
person not found, þannig að við byggjum eitthvað sem bara eitthvað bull, þá fáum við person not found, en út af því að við erum í development, þá fáum við með stack trace, en annars myndum við fá 404 síðan. Já, þetta verkefni 6.